Ekkert bólar á rannsókn á einkavæðingu bankana þrátt fyrir að 2 ár séu liðin frá því Alþingi samþykkti þingsályktun þess efnis. Rannsókn á einkavæðingu bankana ekki hafin þrátt fyrir að 2 ár séu liðin frá því þingsályktun þess efnis var samþykkt á Alþingi. Fyrsta skýrsla rannsóknarnefndar átti að vera tilbúin í september árið 2013. Höskuldur Kári Schram. Þingsályktunartillagan var samþykkt með 24 atkvæðum í nóvember árið 2012. Enginn greiddi atkvæði gegn tillögunni en 11 þingmenn sátu hjá í atkvæðagreiðslunni, þar á meðal Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Samkvæmt þingsályktuninni átti 3 manna nefnd að rannsaka einkavæðingu og sölu hlutabréfa í fjárfestingarbanka atvinnulífsins, Landsbankanum og Búnaðarbankanum á árunum 1998 til 2003. Einkavæðingin var mjög umdeild en fyrsta skýrsla rannsóknarnefndarinnar átti að liggja fyrir í byrjun septembermánaðar 2013. Ekkert bólar hins vegar á þessari rannsókn og hefur lítið sem ekkert verið hreyft í málinu frá því tillagan var samþykkt fyrir 2 árum. Skúli Helgason, þáverandi þingmaður Samfylkingarinnar, var fyrsti flutningsmaður tillögunnar. Það er auðvitað sárgrætilegt að sjá örlög þessara tillögu því ég held að ef það er eitthvað rannsóknarverkefni mikilvægt fyrir þetta samfélag þá er það nákvæmlega á einkavæðingu bankana, hvernig staðið var að henni, hver var hlutur embættismanna, hver var hlutur ráðherra, hver var hlutur þingsins í því hvernig fór í þeirri vegferð. Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis, segir að það hafi verið niðurstaða forsætisnefndar fyrir rúmu ári að bíða með frekari skipanir á rannsóknarnefndum. Við ákváðum að meta reynsluna, það er búið að vinna í 3 nefndum, heilmikið starf, heilmiklum tilkostnaði og mönnum fannst fullt tilefni til þess að fara yfir reynsluna og komast að einhverju niðurstöðu áður en við tækjum frekar ákvarðanir. Síðustu 2 rannsóknarnefndir hafa meðal annars verið gagnrýndar fyrir að fara langt fram úr kostnaðaráætlun. Einar segir viðbúið að breyta þurfi lögum rannsóknarnefndir til að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur. Við höfum lagt í heilmikla vinnu, við höfum verið að vinna þetta með gagnaöflunum hjá þessum rannsóknarnefndir sem hafa starfað. Við höfum fengið okkur til okkar sérfræðinga til þess að hjálpa okkur við þetta og mér sýnist allt benda til þess að þetta muni kalla á lagasetningar, lagabreytingar sem varða rannsóknarnefndirnar sem að við þurfum þá að komast að niðurstöðum.